Stórum hluta af nýjum rækjukvóta á að úthluta á skip sem hafa ekki landað svo mikið sem kílói af rækju síðastliðin ár og eru jafnvel ekki útbúin til rækjuveiða. Eigendur þeirra skipa sem hafa haldið uppi veiðum síðustu árin fá einungis tæpan þriðjung kvótans og telja rekstrargrundvelli kippt bæði undan þeim og vinnslu í landi. Formaður atvinnuveganefndar Alþingis segir þetta gert þar sem ákvörðun að gefa veiðar frjálsar fyrir 3 árum hafi verið ólögleg. Sú ákvörðun var aftur tekin vegna þess að rækjan var vannýtt við landið. Óveidd rækja var nær eingöngu nýtt til að auðvelda mönnum að leigja frá sér verðmætari tegundir og þar með sjaldnast veidd. Helgi Seljan og Ingi Ingason ætla að útskýra þetta mál fyrir okkur. Árið 2009 fjallaði Kastljós úthafsrækjuveiðar en þá var staða þannig að í nokkur ár hafði lítið sem ekkert verið veitt af rækju, jafnvel þótt Hafrannsóknastofnun teldi óhætt að veiða allt að 8.000 tonn. Þess í stað hafði það tíðkast að handhafar rækjukvóta nýttu hann nær eingöngu sem skiptimynt milli skipa og útgerða. Kvótinn hafði aldamót verið nærri 10-falt meiri en hrun í stofninum og hærra olíuverð hafði valdið því að ekki þótti borga sig að veiða upp í þann kvóta sem þó var úthlutað. Alþingi hafði þess vegna afnumið veiðiskyldu á rækju að kröfu útgerðanna auk þess sem veiðigjöld af tegundinni voru afnumin. Fyrir vikið var rækjukvóti að langstærstum hluta nýttur sem skiptimynt. Útgerðir sem leigðu til sín rækju gátu þannig leigt frá sér meira en 11 af öðrum tegundum án þess að þurfa að veiða rækjuna og þannig hagnast vel á leigu og óveiddum fiski. Á mannamáli þessu best lýst svona. Togari sem hefur 5.000 tonna þorskkvóta leigir frá sér 3.000 tonn af kvótanum. Þann kvóta veiðir hann ekki en hefur í staðinn á honum umtalsverðar leigutekjur. Lögin banna hins vegar að leigja frá sér meira en helming kvótans, því leigir báturinn aftur inn til sín rækju án þess þó að þurfa eða ætla að veiðana og stenst hann í lögin. Í kjölfarið spunnust umræður þar sem fyrirkomulagið var harðlega gagnrýnt og talið til marks brask og galla á stjórnkerfi fiskveiða. Verðmæti væru ekki nýtt og útgerðum gert auðveldara að hafa skip sín bundin við bryggju og leigja öðrum verðmætari fisktegundir fyrir mikið fé. Við töldum núna í okkar ráðgjöf ástæðu til þess að mæla með upphafsaflaheimildum på 7.000 tonn, sem náttúrulega ekki mikið með við kannski 60-80.000 tonna afla eins og var þegar mest var. En enga síður þá teljum við full ástæðu til að nýta þessi 7.000 tonna, þessar 7.000 tonna heimildir. En meðan það ekki gert, þá náttúrulega er kannski eðlilegt að tala að sé vannýtt. Kvótalausum útgerðum sem höfðu hug á því að reyna að veiða rækju gekk þó illa að fá leigðar rækjuheimildir þar sem hún var verðmætari í tegundatilfærslu á milli útgerðana. Fyrir vikið kom einungis að meðaltali 15% leyfilegs afla af rækju á land þessi ár og skapaði því litlar sem engar tekjur fyrir þjóðarbúið. Á þessum tímapunkti þótti það til marks hversu lítið væri reynt að sækja aflann að stærsti einstaki kvóti í rækju rúm 15% hefðu í nokkur tíma verið úthlutað á línubát sem ekki var útbúin til rækjuveiða. Veistu til þess að rækja hafi mikið verið veitt á línu við Íslandsmiðir? Veitt á línu? Já. Nei, ég held að það sé ógjörningur. Árið 2010 ákvað Jón Bjarnason þáverandi sjávarútvegsráðherra að gefa veiðar á rækju frjálsar. Á þessum rúmu 3 árum hafa veiðst á þriðja tug þúsunda tonna af rækju. Allt að 40 skip hafa stundað veiðar hvert ár. Öll árin hafa skip sem ekki höfðu kvóta áður verið í meirihluta þeirra sem veiddu rækjuna. Af 75 skipum sem áður höfðu kvóta hafa einungis 20 verið við veiðar þegar mest var. Sókn í rækjuveiðarnar hefur aukist til muna síðustu ár og nú þykir ástæðu til að takmarka veiðarnar og setja tegundina aftur í kvóta. Samkvæmt frumvarpi sem nú í meðförum Alþingis stendur þó ekki til að láta veiðireynslu síðustu ára ráða við úthlutunina. Handhafar gamla kvótans eiga því að fá 70% nýja kvótans en 30% verður úthlutað til þeirra sem veitt hafa síðustu 4 ár. Fulltrúar síðanendahópsins eru allt annað en sáttir. Já, það raunverulega verið að klippa algjörlega á tengslin milli þeirra sem að veiða rækjur raunverulega og hvernig það verður til framtíðar. Raunverulega þessir aðeins sem hafa verið að veiða rækjur hafa þá ekki tryggingu nema til þess að veiða lítilsháttar rækju í framtíðinni. Einn megin rökstuðningurinn fyrir því að úthluta kvótanum nú til þeirra sem höfðu kvótan áður, burt sér frá því hvort þeir hafa veitt undanfarin ár eða jafnvel meðan þeir höfðu kvótan,
sú að ákvörðun Jóns Bjarnasonar að gefa veiðarnar frjálsar hafi verið ólögleg. Álit Lagastofnunar Háskóla Íslands styður það mat. Það raunverulega teljum við alls ekki standast vegna þess að ákvörðun var tekin með þá hagsmuni í huga að nýting á fiskveiðistofnum verið hagkvæm og menn stóðu bara frammi fyrir því það var ekki nýting. Þannig að gefa veiðar frjálsar var til þess að stuðla að nýting. Eftir á að hyggja það sem hefði kannski mátt gagnrýna að það hafi ekki raunverulega verið búið að fella niður kvótann mun fyrr. Ég verð aftur að fara tilbaka í ákvörðun Jóns Bjarnasonar sem var ég gef mér og langflestir sem máli fjalla gefa sér það að hún hafi verið ólögleg. En það hefur engin dómur fallið í því máli og það reyndar kemur svolítið óvart á að ef þetta var ólöglegt að enginn hafi þá sótt rétt sinn gagnvart ríkinu í því, ekki? Jú, það alveg rétt. Það hefur ekki reynt á þetta fyrir dómstólum og það mun eflaust gera það. Hvaða leið sem við veljum út úr þessu máli þá munu hagsmunaaðilar láta reyna á það fyrir dómstólum. Ég bara gerir ráð fyrir því. Þess vegna snerust spurningar okkar gagnvart Lagastofnun Háskóla Íslands og því lögfræðiáliti sem við fengum frá þeim það að meta einmitt skaðabótarétt íslenska ríkisins. Og þessi leið sem við erum að fara metin á þeirra hálfu. Þeir eru ekki dómstóll, þetta þeirra skoðun, að hún sé fær og hún mun ekki baka ríkinu skaðabótaskyldu. Þeir sem telja ákvörðun Jóns Bjarnasonar hafi verið löglega segja álit Lagastofnunar sneiða hjá mikilvægu atriði laga stjórn fiskveiða. Nefnilega þessu ákvæði hér. Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum. Já, það alveg rétt. Það skýrt tekið fram í lögum okkar fiskveiðistjórnarkerfið að það myndist ekki hinn eiginlega eign í þessu. Og það kannski þess vegna einmitt en það myndast samt sem áður, það viðurkennt að myndast ákveðin atvinnuréttur og að það myndast ákveðin réttur með þessar úthlutun. Það kannski liggur þetta svigrúm löggjafans. Munurinn á því að taka þér jörð sem þú keyptir eða jafnvel að skerða eitthvað aflaheimildir sem að þú hafðir þó fjárfest í, sannarlega, samkvæmt kerfinu. Það er mjög róttæk aðgerð, en fyrir því fullt af fordæmum í meðferðum okkar á fiskveiðistjórnarkerfinu. Fulltrúar svokallara veiðandi útgerða sem telja sig nú bera skarðan hlut frá borði segja það skjóta skökku við að verið sé að verðlauna þá sem áður höfðu kvóta en nýttu ekki tegundina. Jafnvel eftir að veiðar voru gefnar frjálsar. Auk þess sé svo staða komin upp að fjöldi báta sé nú að fara að fá aflaheimildir án þess þó að hafa nokkuð tíman veitt eða vera yfirleitt útbúin til rækjuveiða. Þetta í sjálfu sér sláandi tölur ef þetta skoðað að núna gert ráð fyrir því að úthlutun komi meðal annars til þeirra skipa sem áttu kvóta áður, það eru ríflega 70 skip og af því eru 52 skip sem að hafa ekki veitt neina rækju síðustu 3 ár. Og ef horft lengra aftur í tíman að síðustu 3 árum sem rækja var í kvóta að þá veittu bara 5 til 10 skip sem höfðu kvóta rækju. Er ekki svolítið sérstakt að úthluta 3% á rækjukvótanum í Ísland, bara svo ég taki eitt dæmi, til á línubát? Jú, meðan að 3% eru bara 3% af 5.000 tonnum. Sem að gera þá 150 tonn. Já, svo eru 2,7% á annan línubát, 3,5% kvótans í heild sinni fara á skip sem eingöngu útbúið til flotróls og nótaveiða og hefur aldrei veitt rækju. Það flest allir saman það að jafnvel bjartsýnustu menn munu aldrei veiða rækju á línu. Að það sé svolítið óheppilegt að það sé núna verið að taka veiðiheimildir af mönnum sem hafa verið að sækja í stofninn og úthluta þeim á línubáta sem munu aldrei og hafa aldrei veitt rækju. Nei, en línubátur útgerð sem á línubát getur hugsað sér að halda á þessum heimildum og nota þær til þess að skipta þá í bili yfir á einhverja aðra tegundir og fengi þá eitthvað annað í staðinn sem þeir eru að veiða í dag. Þeir getur alveg hugsað sér það ef að magnið eykst af því sem að má veiða. Við höfum fullan skilning á stöðu þeirra sem að hafa verið að reyna að byggja sig upp núna á undanförnum árum eftir að þessi iðnaður fór að kvikna aftur. Og það er vilji hjá nefndinni alveg þverpólitískt að reyna að mæta þeirra sjónarmiðum. Það erum við að gera til dæmis með því að skoða að fella niður veiðigjöld af rækju sem hafa verið allt of mikil og gera þessa veiðar reyndar mjög óhagkvæmar, skipta miklu máli þarna og síðan erum við að reyna að smíða reglur inn í þetta frumvarp sem nú í meðferð nefndarinnar og við munum ljúka vinnslu á núna næstu daga. Við erum að reyna að smíða reglur sem miða að því að þessar aflaheimildir leiti til þeirra sem ætla að vera að veiða og vinna þetta
á næstu árum. Það eru þá reglur sem eru umfram þá veiðiskyldu sem almennt í fiskveiðistjórnarkerfinu okkar. Núna búið byggjast upp kerfi þar sem eru öflugir bátar og öflugar útgerðir að veiða í góðri samvinnu við rækjuvinnslur í landinu og með því að setja kvótan þannig að það verði úthluta á all þessi skip sem hafa raunverulega ekki veitt í 3, 4, upp undir 10 ár og þá verði að setja þetta í uppnám og stofna í sjálfum sér, setja mikla hagsmuni í hættu, bæði hjá þessum útgerðum og líka hjá rækjuvinnslunum. Það bara möguleiki á gjaldþrotum í kjölfar þessar lagasetningar. Sem í sjálfum sér alveg óþarft ef menn huga bara því hvað hefur verið gert almennt þegar tegundur eru settar í kvóta, það er verið að taka tillit til þeirra sem að veiða.